Nú ætla ég aðeins að skoða hvað breytist þegar við erum komin yfir í betri og myndvinnsluforrit og myndvinnsluforrit sem að kosta. Ég er hérna í forriti sem að heitir Photoshop Elements, kostaði þegar ég keypti það í kringum 20.000. En því fylgir smáforrit sem að heitir Camera Raw og það sem að breytir í raun mestu ef þið viljið taka ljósmyndun upp á næsta skref fyrir ykkur að það er að fá ykkur myndavél sem að getur tekið myndir í RAW, svo kallar RAW-skrá. Það gefur ykkur, þetta er miklu stærri skrá heldur en aðra ljósmyndir. Ein svona RAW-skrá úr myndavélinni minni er og yfir 20 megabæt á meðan JPEG myndirnar eru ykkur á bilinu 5 til 7-8 kannski. Þannig að þannig geymir myndavélin miklu meira af gögn sem þýðir ég get unnið miklu meira með hana. Og hérna er mynd sem að lítur út fyrir að vera frekar vonlaus. Forgrunnurinn er eiginlega algjörlega í skugga, himinninn er fallegur, en við viljum reyna að fá þessa mynd til þess að líta svolítið betur út. Hérna er líka svona autotaki eins og var í Photogallery. Ég nota hann oft svona til þess að sjá hvar við byrjum. Og þið sjáum að myndin snar batnar við þetta. Himinninn er vísu ekki eins fallegur, en við sjáum forgrunnin. En forgrunnurinn er svolítið kornóttur, pínu hávaði eða noise hérna sérstaklega í angerinu. En við lögum þá eftir. Ég ætla að byrja á að aðeins að lýsa myndina, minnka skuggana ennþá meira. Minnka highlight til þess að gera himinninn fallegri. Svo ætla ég að dekkja myndina aðeins hjá þið til þess að fá himinninn aftur tilbaka. Ég er ennþá sé angerið ágætlega. Clarity, ég þarf að passa mig á að færa það ekki, myndin verður gerfilegi fyrir á langt með það, en það er svona, verður oft skemmtileg og sama með þetta. Saturation vil ég ekki fara með hátt í þessu því það verða litirnir kjánulegir. Við getum prófað að leika okkur aðeins með kontrasti sjá þið. Verður svolítið flöt ef ég set það niður. En það er alveg óhætt að taka það aðeins upp. Og þá lítur nú myndin töluvert betur út, en við höfum ennþá eftir að díla við hann háa það hérna. Þá fer ég í aðra valmynd. Og ef ég fer alla leið sjá þið, þá verður myndin voða mjúk, verður eiginlega bara ekkert voða falleg. En ef ég fer bara stutt með þetta, þá sjáum þið, þá hverfa kornin en myndin helst, og þetta er alltaf spurning, vil ég hafa hana mjúka eða smá korn, og maður reynir að finna eitthvað milliveg í því. Þetta er ekkert ósvipað því sem ég gat gert í hinu forritinu, í Photogallery, nema munurinn liggur í því að gæðin á myndinni sem ég set með núna heldur en hinum megin er allt annar. Þetta er miklu betri gæði þegar ég er að vinna með RAW-skrá. Ég get svo vistað hana sem JPEG mynd eða bara eiginlega hvað sem er. Og hér er ég með fleiri möguleika á alls konar breytingum og vinnslu heldur en ég hef hinum megin. En það verður hver og einn að velja fyrir sig hvort að það sé þess virði að fara í þetta dýrt forrit til þess að vinna myndir. Fyrir þá sem ætla að gera þetta af einhverju viti, já, myndi ég segja, en fyrir fólk sem er bara að leika sér, eiginlega ekki. Þetta er svona, verður bara hver og einn að meta fyrir sig.